við, þá ættum við að fara að detta inn live á YouTube og X. Verið velkomin heim í stofu til mín. Ég ætla að opna hérna YouTubeið hjá mér þannig að ég muni sjá tjattið. Og þannig að ég get verið viss að þið heyrið í mér líka. Já, skulum sjá. Núna skulum við sjá. Hvort að ég sé ekki að fara að detta inn. Sjá. Jú, ég hérna. Það smá senkun hérna í gangi en ég ætti að sjá hérna tjattið hérna við hliðina á mér. Þannig að þeir sem vilja spyrja mig einhverja spurninga eða fræðast eitthvað eða skamma mig eða jafnvel, segja mér hvað ég get gert meira af, hvað ég að gera minna af og þess áttar. Ég ætla bara rétt að tjekka hvernig hljóðgæðin eru hérna hjá mér. Spyrja mig einhverja spurninga, fræðast eitthvað. Mér heyrist þetta bara vera ljómandi gott. Ég ætla að biðja einhvern að posta link frá YouTube yfir á Facebook-vegginn minn ef það er hægt vegna þess að ég get ekki farið í beina útsendingu á Facebook. Það er vegna þess að Facebook-aðgangurinn minn er undir stöðugu árásum eða svona raðreportunum frá transöfgasinnum og zombíunum þeirra. Þannig að ég er svona pínu skertur á Facebook. Ég get bara tjáð mig sem sagt á mínum vegg og svo á síðum en ekki neinum hópum eða þess aftar. En ég ætla að byrja á því að taka upp þessa hér. Og ég ætla að lækka hérna í símanum, þannig að ég heyri sjálfur mér, það er ekki alveg nógu sniðugt. Mér finnst ekki gaman að hlusta á mína eigin rödd. En ókei. Það er alveg tilefni til þess að opna eina svona. Venjulega þá neyti ég ekki áfengis og sérstaklega ekki á föstudaginn langa. En núna er komið kvöld og það er komið laugardagsmorgun einhvers staðar og það bara í Nýja-Sjálandi þar sem helmingurinn af fjölskyldunni minni er. Eða tengdafjölskyldan. Þannig að það er komið laugardagur þar. Þannig að ég ákvað bara að vera á nýsjálenskum tíma. En óbærslega var gott að vera með vinkonum mínum í London í fyrradag þegar við unnum og það er tilefni til þess að skála fyrir því. Heldur betur. Svona líta sigrar út. Málið í Bretlandi snerist svona aðalega bæði skilgreininguna á hvað kona er og líka hvort að karlar sem þykjast vera konur geti nýtt sér sem sagt kynjakvóta og þessa svokölluðu jákvæðu mismunun til dæmis þegar konur fara eða þegar svona fléttulistar stjórnmálaflokka fyrir konur eða sæti í stjórn fyrirtækja og þess aftar. Þetta er enda bara rosalega mikilvægt issue fyrir íslenskar konur líka vegna þess að jafnréttislög kveða á að 40% stjórnenda í fyrirtækjum á Íslandi eiga að vera konur. Núna eru lögin þannig að hver sem án nokkurs
án nokkurs spurninga eða varnagla neins, þá getur hver sem núna skráð sig sem kona. Þannig að ef ég væri í alvörunni svona þannig að ég myndi ekki vilja hafa konur í stjórn fyrirtækja, þá gæti ég bara beðið kallana með mér í stjórn að skrá sig sem konur og þar á leiðandi yrði stjórnin lögleg vegna þess að strákarnir eru bara skráðar sem konur. Þannig nú það. En þetta var tímamóta sigur fyrir okkur í Bretlandi. Þetta búið að vera mjög erfitt og mikið og margar af þessum konum hafa greitt dýru verði fyrir baráttu sína. Margar þeirra hafa mist vinnuna sína og orðið fyrir fjárhagslegu tjóni. Suma þeirra hafa orðið fyrir líkamsárásum þegar þær hafa hist af transaktivistum. Það er það sem gleymist oft í umræðinni og sérstaklega hjá áróðursvélinni á Íslandi. Það er að transhreyfingin í Bretlandi er svakalega herská. Hún er rosalega militant. Það er mikið af ofbeldisfólki þar inni og ég byrjaði til dæmis að fara til Lundúna mánaðarlega til þess að slá hring utanum þessar konur sem voru í réttarsalnum í fyrradag. Og til þess að verja þær frá árásum brjálaðra karla sem þykjast vera konur. Og það vita allir sem hafa fylgst eitthvað með þessu að transaðgerðasinnar bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum og víðar eru oft á tíðum mjög ofbeldisfullt fólk, enda náttúrulega hormónabalansar og allt bara í ójafnvægi og allt í skralli. En mig langar aðeins að stikla því að LGBT Alliance fékk sem sagt að leggja fyrir gögn eða heitir intervention eða þú veist stíga inn í málið og náttúrulega til þess að undirstrika þá tvöföldu mismunun sem lesbíur og hommar verða fyrir. Núna sjáum við til dæmis bólinn sem ég í, það stendur hommi ekki hinsegin. Ástæðan fyrir því er að ég er ekki hinsegin og hinsegin er hugtak sem er ekki hægt að nota til eins eða neins. Við vitum ekki hverjir eru hinsegin, við vitum ekki hverjir voru hinsegin í gær og hverjir verða hinsegin á morgun. Þetta er svona regnhlíf sem alls konar hópum er bara sópað undir og þetta er til þess að viðhalda ákveðnu bákni. Samtökin 78 og önnur álíka samtök víða Vesturlönd eru orðin þannig gerð að þau eru til þess að viðhalda sjálfum sér og núna er til dæmis ekkert verið að það er enginn sem berst fyrir réttindum homma og lesbía nema samtökin eins og samtökin 22 og LGBT Alliance og önnur sambærileg LGP sem er lesbian, gay and bisexual samtök víða á Vesturlöndum. Dómurinn í Bretlandi gerir það að verkum að lesbíur geta núna loksins skipulagt sig aftur og mega núna hittast og skipuleggja viðburði án aðkomu svokallaðra karla sem skilgreina sig sem konur og eru jafnvel svo bíræfnir að skilgreina sig sem lesbíur. Þetta var ekki hægt áður og það hefur ekki verið hægt fyrir samkynhneigða karla heldur að skipuleggja sig á þennan hátt. Við höfum ekki mátt mismuna svokölluðum karlgervlum eða konum sem þykjast vera karlar. Og þetta hefur bara gert ástandið mjög erfitt fyrir bæði homma og lesbíur að skipuleggja sig og sama er upp á teningnum á Íslandi. Samkynhneigðir geta ekki búið til eigin viðburð án þess að við getum átt að hættu að konur komi inn á viðburði karlana og að karlar komi inn á viðburði kvennanna. Og
Þetta náttúrulega vegur að sko félagafrelsi og samkomufrelsi samkynhneigðra, en þetta virðast samtökin 78 og fleiri samtök hinsegin fólks ekki átta sig á. En núna verður breyting hérna á í Bretlandi að minnsta kosti. En aðeins LGBT-heimið, við náttúrulega urðum fyrst til árið 2019 og leið og við vorum stofnuð, þá var byrjað að ráðast á okkur og þá vorum við varla búin að segja neitt. Það bara ég og Íva og Eyþór og Hallgeir, við bara settist niður og rættum málin og já, og bara eins og ég segi, leið og við settum í loftið Facebook síðu, þá var allt brjálað og þar var til dæmis eitt forseti borgarstjórnar sem kvengervill sem þekktur og í stjórnmálamenn þá. Hann bara tók sig til og elti fólk sem lækaði hjá okkur og fólk jafnvel misti verkefni og annað í kjölfarið. Þannig að skoðanakúunin hefur verið algjör. Við höfum alltaf beðið og boðið samtökunum 78 og forystum mönnum og konum þeirra samtaka að hitta okkur og ræða við okkur opinberlega og skiptast á skoðunum eins og tíðkast í svona venjulegum lýðræðislegum samfélögum, en þau hafa ekki viljað það og við verðum eiginlega bara að ætla það að það sé vegna þess að hugmyndafræðin þeirra á brauðfótum. En það sem var eftirtektarvert í kjölfar dómsins, ég ekki eins og fann að skála, skál. Það var sætisigur. En náttúrulega bara byrjun í rauninni, þetta rétt að byrja. En það sem sló mig mikið í kjölfar dómsins í Bretlandi var fjölmiðlaumfjöllunin á Íslandi. Ég hef fengið yfir 10.000 áhorf á fréttaskýringuna mína stuttu, 2 mínútna fréttaskýringu fyrir utan Hæstarétt Bretlands í fyrradag og skilaboðum hefur reynt inn til mín og stuðningsyfirlýsingum og flottum skilaboðum hér og þar og ég þakka fyrir þau. Ég met þau afar mikils. En RÚV ákveður að fara í einhvern áróðursgír með samtökunum 78 og undir þetta tekur Vísir og Morgunblaðið líka upp á vissu marki. Þar var fréttaskýring sem varði í heila 8 mínútur hjá Ríkissjónvarpinu meinta árás á erlendan kvengervil fyrir utan World Class. Og þessi manneskja, hún talar sem sagt hvorki íslensku né ensku, þrátt fyrir að vera íslensku ríkisborgari og hafa búið á Íslandi í 10 ár. Ég hjó að því að manneskjan sem talaði sem sagt fyrir þessa mannesku, fyrir þennan kvengervil, talaði ensku með svona norður-afrískum frönskum hreim, þannig að líklega frá Marokkó eða Túnis eða þess háttar. En tímasetningin, hún stakk mig dálítið í augun vegna þess að í október, þegar þessi árás átti að eiga sér stað, þá erum við í kosningabaráttu á Íslandi og það enginn sem í raun og veru segir mér það að þessi meinta árás hefði ekki verið notuð gegn mér og lýðræðisflokknum í þessari kosningabaráttu. Það meikar bara engan sens með að við hvernig hlutirnir æxluðust síðustu 4 dagana fyrir kosningar. Það bara meikar engan sens. Þannig að ég tek þessu með miklu fyrirvara og ég geri það ekki með léttum hug að ég í raun og veru svona blankt
hafna og svona dreg í efa svona árásir. En ég skal útskýra af hverju ég geri það. Sko, haustið 2023, skulum byrja þar, þá hélt samtökin 78 að mér skilst á kostnað norrænu ráðherranefndarinnar ráðstefnu á Grand Hotel í Reykjavík. Og meðan þessari ráðstefnu stóð, þá var sem sagt eða bárust fréttir af því að það hafi verið ráðist á ráðstefnu gest sem færi fyrir öðru norrænu félagi. Enginn hefur fengið að vita neitt deili á meintu fórnarlambi. Fjölmiðlar í Noregi, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð, sem ég veit hafa spurt mörg félög og þessi félög sem voru á þessari ráðstefnu hvort að þau könnuðust við meinta árás eða hvort að fórnarlambi kæmi úr þeirra röðum. Og þetta fórnarlamb hefur bara alls ekki fundist og var bara farið úr landi að ég minni bara innan við sólarhring eftir meinta árás. Þessi árás átti að hafa átt sér stað á Hverfisgötunni í Reykjavík þar sem eru mjög mikið eftirlitsmyndavélar. En það hefur ekki verið lýst eftir neinum meintum geranda. Það enginn þolandi sem hefur stigið fram og það virðist ekki vera til neitt myndefni. Og þetta athyglisvert líka í ljósi þess að þegar svona hatursglæpir eru að eiga sér stað, til dæmis man ég eftir öðru atviki, það á Skólavörðustíg, þá voru einhver bremsuför eða málingaslettur eða eitthvað á þessari heilögu regnbogagötu hinsegin hreyfingarinnar á Skólavörðustíg. Gott og vel, en þar líka allt morandi í eftirlitsmyndavélum. Og sama má segja kirkjutröppurnar í Grafarvogskirkju og sama upp á teiningnum þar sem átti að hafa verið skemmtur regnbogi í Hveragerði. Svo líka athyglisvert að sjá til dæmis hverjir eru bæjarstjórar í Hveragerði, hverjir gerðu markaðsherferðina með Trans Jesus og hver var sóknarprestur í Grafarvogskirkju. Þannig að þetta, þegar maður tengir þessa punkta þá já, þetta pínu langsótt. Við skulum bara segja það. Þegar þetta allt sama fólkið með bein hagsmunatengsl inn í hinsegin hreyfinguna. En það athyglisvert að eftirlitsmyndavélarnar virðast ekki virka þegar einhver svona tilvik koma upp og þetta eiginlega orðið dálítið algengt að þessar eftirlitsmyndavélar séu alltaf, að það virki akkúrat ekki þegar eitthvað svona kemur upp. Sama með þessa meintu árás í október. En sko, og í október áttu að hafa sést einhverjar myndir, en mér finnst furðulegt að þegar það eru myndavélar og það næst eitthvað úr myndavélunum, sko í öðrum ríkjum sem ég hef bæði búið og komið, þá skiptir ekki máli hvort að myndirnar séu óskýrar. Þær eru samt birtar almenningi til þess að almenningur geti reynt að bera kennsl á meinta gerendur. Lögreglan í Reykjavík virðist ekki gera slíkt og það náttúrulega bara vekur athygli. Þannig nú það. Svo var það, ég er búinn að gera hérna nokkra punkta hvað mig langaði að ræða og ég reyndar ekki, þannig að ef það eitthvað sem þið viljið spyrja þá bara endilega látið þið mig vita. Já, það þetta með að karlar geta aldrei orðið konur og öfugt, en mér eiginlega alveg nákvæmlega sama og okkur flestum
eða við okkur öllum, ættum náttúrulega að vera nákvæmlega sama hvað fullorðið fólk gerir og hvernig það ákveður að lifa sínu lífi. Hins vegar verður samfélagssáttmálarnir okkar að halda. Konur eiga rétt á sínu friðhelgi, börn eiga rétt á sínu friðhelgi, samkynhneigðir eiga rétt á sínu friðhelgi, karlar eiga rétt á sínu friðhelgi. Þessi samfélagssáttmálar verða að halda og þeir verða settur úr skorðum þegar við byrjum að hlaupa í einhverjar hringavitleysurnar með skilgreiningar. Til dæmis sá ég fyrrverandi formann Samtakanna 78, Þorbjörgu Þorvaldsdóttur, lýsa því yfir í kjölfarið á dómi Hæstaréttar Bretlands í fyrradag að konur væru allir þeir sem segjast vera konur. Þorbjörg Þorvaldsdóttir ætti að vita hversu mikill slippery slope svona hringlaga skilgreiningar eru. Þegar hún getur ekki skilgreint hvað orðið kona er, án þess að nota orðið kona, þá náttúrulega náttúrulega fullorðið kvendýr af tegundinu Homo sapiens og þetta vitum við öll og þarf ekkert að fara neitt í flæmingi með það. Og engin kona með getnaðarlim og engin karl með leggöng og þannig það nú bara. En mér langar líka aðeins að fara inn á áróður sem kom frá ungum einstakling eða að ungur einstaklingur hafa verið notaður í áróður í dag á vísi.is og ég ætla að biðja ykkur, þið sem fylgir mér, viljiði vera svo væn að ekki fara eftir manneskjunum, ekki ráðast gegn manneskjum og sko þetta rosalega mikilvægt. Við verðum að halda okkur við að við erum að gagnrýna hugmyndafræði, við erum að gagnrýna hugmyndir og við erum að tala mjög viðkvæman hóp sem glímir við fjölþættan geðrænan vanda og jafnvel taugaþroskaraskanir. Þannig að í Guðanna bænum, við verðum og það í fullkomnu lagi í lýðræðissamfélagi að ræða hugmyndirnar, en í Guðanna bænum ekki fara á eftir einstaklingum. Þá ég náttúrulega að tala börn og ungmenni. Þeir aktivistar sem hafa sig hvað mest frammi og gaslýsa og jafnvel ljúga og þess háttar, þá má alveg svara þeim fullum hálsi, en við reynum að vera eftir bestu getu málefnaleg vegna þess að við þurfum ekki að vera með eitthvað rugl. Við erum með sannleikann með okkur og við erum með sannleikann með okkur, við erum með staðreyndirnar með okkur og við erum með vísindin með okkur líka, alveg sama hvað þau verða blá í framan við að reyna að telja ykkur og okkur trú að svo sé ekki. En í dag þá kom fram 17 ára unglingur og fór að tala hvað það væri að vera transbarn og ég kíkti inn á Facebook síðu viðkomandi og þetta alveg textbook case innræting sem þarna átti sér stað og ég þori alveg að segja það opinberlega, það sést langa leiðir. En ég setti kjölfarið upp status þar sem ég sagði að það væri greinilegt að börn á Íslandi eru sett í óafturkræft ferli þar sem líkaminn þeirra breytist, altså óafturkræft líkamleg inngrip. Því að ef 17 ára unglingur stígur fram og í TikTok myndbandi og jafnvel með vélræna karllega rödd og þá viðkomandi búinn að fara að minnsta kosti í krosshormóna og jafnvel hafa fengið kynþroskabælandi lyf til þess að koma í veg fyrir að hún fengi brjóst og væri flatbrjósta og þess háttar.